klukkutíma og við erum með tæknilega vandamál. Það væri ekki alltaf með nýja láttur eða eitthvað myndi. Nei, ég held að það sé eitthvað. Der kommer piloten. Det er leiðinlegasta sem ég gerir. Það er svo kjátt. Þannig að við þurfum bara að geta smá. Það var taka tjátt. Það er hann yfir til þín. Bara. Já. Nei, við getum bara látið lítið út frá þessum eitthvað biskina. Fyrta í pallanum. Mér finnst alltaf best að láta horfa á svona allar. Já, við. Þetta er ekki ég. Þetta er hann. Ekki skjáfnir. Það var frívægt í það. Ha? Það var frívægt í það. Já. Það er bara svona. Ói. Já, þetta fara bónan. Jæja, hvað segirðu? Að ég tjekka á hann? Þannig ekki. Bíða aðeins, ok? Ná, bara bíða aðeins. Vel.
Amen. Gaman að sjá ykkur. Við erum hérna komin saman í kvöld. Við ætlum að lofa Guð hér í kvöld og við ætlum að heyra orð Guðs frá frábærum gestum sem við erum með hérna. Við ætlum að nýta tæknina í kvöld. Það verður alls konar bönd frá Elevation og alls konar sem er að spila með okkur í kvöld. Í gegnum tæknina. Og svo Aron ætlar að spila með mér. En við ætlum að lofa Guð svo rísum á fætur og lofum hann. Takk Jesus, ég lofa þig drottinn Jesus. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus, you deserve. Exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
lyftum þér upp, drottinn Jesús. Við þökkum þér fyrir trúfestina. Við þökkum þér fyrir hver þú ert, drottinn Jesús. Hér er vers. Þá mun við sem eftir lifum vera hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottinn allan tíma. Þetta er ofboðslega gott loforð. Því að við erum með drottni. Halleluja. Helgist þitt nafn, Jesús. Takk, Jesús. Við lofum þig og þykna þig, drottinn Jesús. Þú ert heilagur. Við kunnum öll þetta lag, svo syngjum við. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing the song. All my life you have been faithful. You have. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Tack Jesus. And all my life you have been faithful. Tack Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Halleluja, við lofum þig, drottinn Jesús. Þú leitur eftir okkur, drottinn Jesús. Halleluja. Ég þakka þér fyrir trúfestina. Halleluja. Takk, Jesús. Helgist þitt nafn. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Syngja saman hérna lag sem við þekkjum. Holy. Hann heilagur. Hann trúfastur, hann verðugur. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cry, holy.
svakalegt að geta lofa hann alla daga. Hann svo heilagur. Ef við myndum bara vita og fatta hversu heilagur hann Þegar maður syngur hennan lofsöng, þegar maður syngur og þegar maður lofar hann, þá finnur maður svona smjörþefnin af hvað hann heilagur. Og það svo magnað. Takk, Jesús. Helgist þitt nafn, Drottinn Jesús. All my world on the shore, I've got nothing new. So much there, but you never do. One response. Alveg getur þetta textanum. Syngju saman. So I throw up my hand, I praise you again and again. And all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just you. Let my arms stretch wide, so I throw up my hands, I praise you again and again. 'Cause all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Tack Jesus. So come on my soul, don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Woo! Come on my soul, don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing it someone. So come on my soul, don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on my soul, don't you get shy of me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, praise the Lord.
Helgist þitt nafn, Drottinn Jesús. Við ætlum að syngja eitt lag í viðbót. Gerum pláss, halleluja. Ef það liggur eitthvað á þér í dag, slepptu því núna. Leyfðu Guð að komast að, halleluja. Við ætlum að leggja þetta bara hér niður og leyfa Guð að sjá þetta. Því að hann getur allt en við getum ekkert. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the walls for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground for my tradition, break down the wall for my religion. Your way is better. Your way is better. Shake
This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Takk Jesus. Amen. Og allur liðurinn sagði, dýrsi Guði. Maður finnur það þegar maður kemur svona saman með trúum að Drottinn svo sannarlega býr í lofgjör líðsins. Má ég heyra amen. Það yndislegt að koma saman og lyfta upp nafni Drottins. Guð búinn að vera svo mikið eftir hjarta mínu varðandi það að hafa ekki áhyggjur á morgundeginum. Þegar Guð að gera eitthvað í hjartan okkar, þá er hann að planta sáðkorni. Og við vitum að eitt af þessu sem að getur stólið sáðkorninu eða komið í veg fyrir við berum eðlilegan ávöxt, það áhyggjur þessa heims. Og vinir, oft á tíðum á Íslandi þá fólk með áhyggjur. Nú að dimma úti og margir upplifa kvíða og jafnvel þunglindi. Það sem að Drottinn segir við okkur, og hann segir svo skýrt í orði sínu að það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni, þá getum við bundið og við getum leyst. Þannig að það sem ég langar til að gera hér í dag að binda og leysa. Mér langar til að biðja ykkur að rísa á fætur. Við ætlum að taka við því sem að Guð hefur fyrir okkur í dag og við ætlum ekki að hafa neina truflun, hvort sem að hún hérna hið innra eða hérna hið ytra. Og mér langar til að binda og leysa, mér langar til að binda allt sem heitir kvíða, áhyggjur á morgundeginum, því að morgundagurinn mun hafa sína þjáningu. Hverjum degi nægir sín þjáning, kenniritningin. Þannig að við ætlum að leggja allt við fætur Drottins hér í kvöld. Og við ætlum að lofa hann, við ætlum að gefa honum dýrðina, má ég heyra amen. Takk Jesus. Þannig að mér langar til að binda kvíða hér í kvöld. Jóhanna, getur þú þýtt fyrir þau? Mér langar að binda kvíða hér í kvöld. Og ég vil líka binda allt sem heitir þunglindi hér í kvöld. Og vinir, gleði Guðs styrkur okkar. Ég tala gleði Guðs inn í líf okkar allra. Halleluja. Og við ætlum að láta gleði Guðs vera styrk okkar. Við ætlum að láta hverjum degi nægja sína þjáningu. Við ætlum ekki að hafa áhyggjur á morgundeginum. Má ég heyra amen? Takk Jesus. Þannig að við skulum lyfta upp nafninu, við skulum lyfta upp höndum okkar, við skulum lofa Drottinn hér í kvöld. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, Jesus. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir nærveru þína, Drottinn minn Jesus. Ég lyfta upp nafni þínu sem öllum nöfnum æðra bæði á himni og jörðu. Og Drottinn, ég tek vald í andanum hér í kvöld. Drottinn, ég kem í gegn þunglindi. Ég kem í gegn kvíða. Ég kem í gegn öllu því sem vill halda okkur frá því að bera eðlilegan ávöxt. Drottinn, ég biðji Jesus að leysa fram, Drottinn minn Jesus, lækningu þína hér í kvöld, Jesus. Og Drottinn, við bara komum fram fyrir þig, við ætlum að opna hjart okkar fyrir orðið þínu, Drottinn minn. Og ég biðji Jesus að það mætti, Drottinn, að við mættum taka við orðinu í góða jörð, Jesus. Að við mættum vökva orðið sem að þú hefur gefið okkur, Drottinn, þannig að það mætti bera mikinn ávöxt. Ég biðji fyrir þessum gestum sem við höfum á meðal okkar. Ég biðji að þú smyrji vari Garys þegar hann talar á eftir. Ég biðji að þú blessir Hilmar þegar hann túlkar. Og Drottinn, viltu gefa okkur náð, Drottinn minn, að taka við orðið þínu með fögnuði, Drottinn. Með fögnuði, Herra minn, Jesus. Að átt okkur á því að við erum búin að eignast dýrmætastu perlu alls, Drottinn minn, Jesus. Og Drottinn, við gefum þér alla dýrð, alla lofgjörð og allan heiður. Í Jesu nafni og allir líðinu sagði. Amen. I just want to welcome Pastor Gary and his wife, of course, and Hilmar to take over. Hvernig væri að gefa þeim gott klapp? So that last, or I think it was the song before last, was about giving God all the room. So I have notes,
but I'm not sticking to my notes, so apologies. Síðasta lagi sem vorum að syngja að gefa Guði rými og þegar ég tala, jú, ég með hérna glósur framar en ég tala ekki með glósum. So, while we were worshiping there, can I just say, by the way, I'm sorry, I will try and slow down, right? Má ég bara segja ykkur það? Your voice Röddin is amazing, er right? undarleg. It's glory to God. That is Það just dýrð til amazing. Drottins. And while we were worshiping, Þegar við vorum í tilbeiðslu, God gave me a vision of this church. Guð gaf mér sýn fyrir þessa kirkju. Now, I don't know if people have been weary. I don't know if people have been under the pressure or felt like they've been doing the same thing over and over. Ég veit ekki hvort að fólk sé að upplifa sig þreytt eða undir svona doða eða deyfð eða eins og að sé alltaf verið að endurtaka sama hlutin. But God showed me a well. En Guð sýndi mér brunn. And out of the well was coming gold, liquid gold out of the well. Og út úr brunnunum var að streyma svona eins og gull, bara foss. And while he was showing me that, the words were stuck. And the words were stuck on, this is the time to wake up, or this is the day that I wake up. And Og þegar ég sá þetta þá var akkurat textinn fastur á skjánum. This is the, munið textan? Já, þetta tíminn til að vakna. so I believe that God is going to do a work in this church. Já, ég trúi því að Guð muni gera sitt verk í þessari kirkju. I believe what it will be a combination of spirit and word uniting. Ég trúi því að þetta verði kirkja sem að sameinar orð og anda. So with that being said, Og hafandi sagt þetta, I might test you today with how fast I speak, just so you know. We're going to talk about the fig tree generation. við ætlum að tala fíkjutrés kynslóðina. If you are not aware, this is the generation that we're in. Ef þú gerir ekki grein fyrir því að við erum stödd í þessari kynslóð, I want you to grab hold of what it truly means. þá vil ég að þið náið að halda utanum eða að ná taki á því hvað þetta virkilega þýðir. So this isn't part of my slides or anything like that. Þetta hefur ekkert með glærurnar mínar að gera. But in Judges chapter 9, there is the parable of trees. Í Dómarabókinni 9. kafla dæmisaga tré. Jotham mentions 4 different trees. Og þar eru nefnd 4 mismunandi tré. And each one of those trees represent the nation of Israel. Og þau tákna öll þjóðina Ísrael. The olive tree, which is a signifying oil, Og ólífutré sem táknar Ísrael og hefur að gera með olíu. represents generational Israel in Það the þessi anointing of kings. kynslóðaskipta Ísrael. The fig tree Fíkjutréð, represents political Israel. og þar verið að fjalla hina pólitísku Ísrael. Then it goes on to mention the vine, and the vine represents spiritual Israel. Síðan talað vínviðin og það táknmynd upp á hina andlega Ísrael. And finally, the bramble. Now, the bramble represents Satan's kingdom, Satan's rule. Nú vantar mér orð. Bramble. So, Let me find that word. sorry, In what verses? just say twig. Twig Já, will do. við getum bara túlkað það sem svona, þetta svona þurrlingi. Thorn, anything like that. Já, það svona þyrnirunni. Það svona fjallar áætlun Satans. So when you notice this, there's so much happening in this Judges chapter 9, Jotham's parable. Og það svo mikið að gerast í þessum 9. kafla, þessi dæmisaga svo spámanleg. What we notice specifically about the fig tree, if the fig tree represents the political Israel, Og með fíkjutréð, það þetta með pólitíska Ísrael. it was political Israel that was reestablished
in May 14th, 1948. Og það var þetta pólitíska Ísrael sem var grundvallað aftur 1948 þegar Ísrael var þjóð aftur. So many people are coming against Israel now because they're saying they're not spiritual, they're secular. Og það svo margir sem að koma og tala gegn gyðingum með Ísrael, að þeir eru bara veraldlegir, þeir eru ekkert andlegir, þeir eru bara vantrúaðir. But this is prophesied. This is in scripture that Israel, political Israel, is reestablished first. En það nákvæmlega þetta sem spáð fyrir ritningunni að þeir pólitíska Ísrael munu vera fyrst grundvallað. Now I want you to know, May 14th, 1948, a countdown started. Ég vil bara þið áttu ykkur á því að 14. maí 1948 þá var eins og klukka færa af stað. Það var eins og niðurtalning byrjaði. Okay, you ready for me to test you? Come on. Okay, 1946, January 1946, an individual called Jack Parsons, 1946 þá var náungi sem hét Jack Parsons. who was a rocket scientist Hann var sem sagt eldflaugafræðingur and a student of top Satanist Aleister Crowley. og hann var nemandi Aleister Crowley sem var svona satanstýrkandi. NASA's work is based off Jack Parsons' work. Og verklag NASA byggt á Jack Parsons, sem sagt á rannsóknum hans. And Jack Parson and his friend L. Ron Hubbard, who you will know, Tom Cruise's friend, Og þetta sem sagt vinur hans, Ron Hubbard, sem voðalega góður vinur Tom Cruise. they performed a ceremony in the desert called Babylon Working. Og þeir gerðu tilraun í eyðimörkinni sem heitir Babylon verkar. Because they believed they could bring the atmosphere and the system of the harlot of Babylon, predicted in scripture, on earth. Og þeir trúðu því að þeir gætu framkallað eða látið koma fram þetta sama kerfi og Biblían talar sem sagt, það hóran af Babylon. So May 14th, Israel established. January 46, the Babylon system started. 1948 þá það Ísrael sem byrjar eða hefst aftur og 1946 þá það þetta Babylons kerfi sem hefur göngu sín aftur. In May of 1947, Í maí 1947 the Dead Sea Scrolls were found. þá finnast dauðahafshandritin Fulfillment of Isaiah 29. og það spáð fyrir í Jesja 29. kapla. In the same month that Israel was established, there was an earthquake in Turkey that brought off the sides and showed us the sides of Noah's Ark. Og sama tíma þá mikill jarðskjálfti í Tyrklandi sem gerir það að verkum að það myndast enn frekar sem sagt hvar örkin að Nóa liggur á fjalltindi. In the 1940s, Adolf Hitler sent Mendel, one of his chief Nazis, Og 1940 þá sendi Hitler Mendel, einn af hans hersforingjum, to Hauska til kastalans í Húska í Tékklandi to excavate the gates of hell. til þess að opna hlið heljar. In Ireland, Á Írlandi, the same time, the same era, á sama tíma, there's a place where Halloween comes from. það akkurat staður það sem að Halloween, hrekkjavakan komin frá. And in Irish, this is called Onagat. Á okkar tungumál þá þetta kallað Onegat. There you go. And we've been to this cave, Og við höfum farið í þennan helli and it used to have gates in front of it. og það var vanalega, var hann girtur hliðum. But in this same decade, the gates were removed. En akkurat á þessu tímabili þá voru hliðin tekin burtu. Now we have Halloween as the second biggest holiday in the year. Og nú við með hrekkjavökunni sem annan stæðsta svona fríhelgi So í dag, já. I'm telling you all of this Ég að gera ykkur frá öllu þessu. because I want you to see Satan's strategy. Ég vil að ykkur sé kunnugt vélarráð óvinarins.
He is establishing strongholds across the earth Hann að reyna að byggja sín vígi víða heiminn in a time in which he knows is that his time coming on the earth. Af því að hann veit að hans tími fer að koma, að hann fá að koma sem antkristur á jörðu. You see, the fig tree generation falls into the Laodicean age. Og við sjáum að fíkjutreskynslóðan, hún fellur inn í þessa Laodíku tímabil. In which the church should be restraining against wickedness. Það sem að kirkjan ætti að vera að halda aftur af ílskunni. But because we become lukewarm, En af því að við erum hálfvolg we step away and the gates of hell have started to creak open. og við hörfum undan og hlið heljar bara taka yfir. The enemy has a strategy against everyone here tonight. Óvinnurinn hann er með áætlun gegn einum og sérkurum hér í kvöld. And he is counting on passivity and lukewarmness in your approach. Og hann bara veðjar á það að þú sért bara afturhaldsum manneskja og ert bara í einhverju leti doða. You see, even if you take the fig tree in ancient culture, Jafnvel ef þú tekur fíkjutréð í fornri menningu it is associated with other things. og þetta tengist öðrum hlutum. It is associated in the Grecian world with Dionysus. Og í grískunni þá tengist þetta Dionysus. Dionysus, the false god of intoxication. Og það sem sagt, þetta sem sagt áfengisguðinn, þetta Bakkus sjálfur. You imagine that if truth has now a small window to be told before the church is lifted, Og við gerið ykkur bara grein fyrir, við höfum þetta smá glugga til að segja sannleikan áður en kirkjan horfin. that the enemy is trying to sow as much perversion and intoxication into the word and into the church as he can. Og það verið að reyna að sá eins miklu, Bakkus að reyna að sá eins miklu, fyllir inn í, eða vínanda inn í orðið, eða ílsku og einhverju afbökun. I don't know if you remember the Olympics last year. Ég veit ekki hvað þau munið eftir opnunarhátíð Ólympíuleikana síðast ári. The Lord's Supper, Þegar var kvöldmáltíðin and that was Dionysus. og þarna var Bakkus að verki. You see, Dionysus has a half-brother in Grecian mythology. Og hann á hálfbróðir að Dionysus á þennan hálfbróðir His name is Apollo. og það Apollón. In 2 Thessalonians chapter 2, Í öðru Þessalóníkabréfi, öðrum kafla, you hear about an individual called the son of perdition. þar talað son glötunarinnar. In the Greek, Apollie. Og á grísku það nafnið Apollón. Same entity, derivative of that name. Það sama rótin af þessu nafni. So what you're seeing is that there are those in charge and those in power Þið sjáu þá sem eru við völdin who are fully submitted to a plan, a strategy against the Church of Jesus Christ. sem eru með fulla áætlun gegn kirkju Jesú Krist. You see, I don't know what it's like here, Ég veit ekki hvernig þetta hér á meðal ykkar. but when we preach at home on the street, Þegar við erum að predika út á götum heima, we can get arrested now. við getum verið handtekin We have been spat at, punched, og það búið að rækja okkur og við höfum verið slegin í andlitið. and my background was martial arts. En minn bakgrunn ég með svartabeltið. So think about the fruit of the Spirit that I don't punch back, right? Og hugsuðu bara ávöxt andans að ég bara bregðist ekki við og slá á móti. But wickedness is everywhere. En ílskan allstaðar. But do you know that you are the restrainer? En þið vitið að þið eru þau sem að halda aftur að. And our God is still on the throne. Og Guð situr ennþá á hásætinu. When Satan is trying to grip the world like this and to close in tightly, Og þegar óvinnur reynir að kreppa hnefun og hremma heiminn, we serve the one who can snatch out of the hand that's closing. að þá þjónum við þeim sem getur hrifsað úr lúkum hans.
Can I tell a quick story of this week? So, Yes. yeah. On Monday, Á mánudaginn, a young individual on the street that we live og þá var ungu maður sem eða manneskja sem býr við götuna was stabbed to death. og hann var stungið til bana. And it was, the police had to canvass the area. Og lögreglan þurfti að girða svæðið af They came and interviewed us because we live there. og þau tóku okkur tali af því að við búum í götunni And they told us his name. og þau sögðu okkur nafnið hans. Straight away, I recognized the name. I'd met him once. Og ég þekkti nafnið, ég hafði hitt hann einu sinni áður. A year ago, Fyrir ári síðan. some young man decided to walk up our driveway. Og það var ungu maður sem ákvaða að labba, gekk inn innkeyslun okkar He was drunk. og var drukkinn He knocked on the door and he asked me for food. og hann bankaði á dyrnar og bað mat. So I fed him. Þannig að ég gaf honum að borða Then I kept him there for about 2 hours until he sobered up. og ég hélt honum þarna í svona 2 klukkutíma þannig að ranna á honum. I preached the gospel to him Ég predikaði fagnaðarindi fyrir honum and he accepted Christ. og hann tók á móti Jesú Kristi. See, the plan of the enemy was to kill that young man. Þið sjá áætlun óvinurins var að drepa þennan unga mann. But God says you can kill the body. Orguð segir þú getur drepið líkamann. And we're not to fear that, but him who can bring the second death. And he snatched him from that second death. Og við eigum ekki óttast það því að við þjónum þeim sem getur hrifsað úr dauðagreipum óvinurins. We live in a culture that is dying. Við lifum í menningu sem hratt deyjandi. You see, the fig tree, in biblical sense, represents shame. Þið sjá að fíkjutréð í biblíulegri meiningu táknar skömm. Adam and Eve in Genesis 3 cover themselves because they're shamed. Adam og Eva í fyrstu Mósebók, þau huldu nekt sína með fíkjulaufblöðum With the fig leaf. út af skömminni. And this is the thing, is the enemy wants people to be so ashamed of where they've come from. Þið sjá óvinnurinn, hann vill að fólk sé svo, það skammi sín svo hvaðan það kemur. Where they've been. Eða hvar þau hafa verið. And he wants you to hide away from God. Og hann vill að þú felir þig frá Guði. But God walked through the garden. En Guð gekk í gegnum garðinn. Called Adam and Eve by name and said, who told you that you were naked? Og hann gekk og hann spurði, hver sagði ykkur að þau voru nakin? See, this generation also represents a lack of fruit. Þessi kynslóð táknar líka að And that comes from ber ekki mikinn ávöxt. That comes from the lukewarmness. Og það kemur frá hálfvelgjunni. Now I'm not talking about everyone. Ég ekki að tala endilega alla. I'm talking about the global corporate church. Ég að tala þessa almennu svona stofnana kirkju. Where at home, people are putting rainbow flags across the lectern. Og heima þá verið að setja regnbogafánan á altari. The new head of the Church of England Sá sem að fer fyrir ensku biskupakirkjunni. sees abortion as a beautiful thing. Horfir á fóstureyðinga sem bara fagur hlutur. You see, the purpose of the fig tree generation Áætlunin fyrir fíkjutreskynslóðina is in Satan's strategy is to create spiritual spouses. og það áætlun óvinarins að búa til andlegt krydd. Hieros gamos in the Greek. Heros gamos það á grískunni. And the meaning of that is that he wants you to make a covenant with fear. Og meiningin fyrir það að hann vill að þú gerir sáttmála við óttan. A covenant with anxiety. Sáttmála við örvæntinguna. A covenant with stress. Og sáttmála við stressið.
A covenant with pornography. Að sáttmála við klámið. He wants you to make a covenant with anything and anyone but Jesus. Hann vill að þú gerir sáttmála við allt og alla, allt annað en Jesú. And what we see within the church right now Og það sem við erum að bera augum innan kirkjunar í dag is spiritual adultery. andlegt framhjáhald. The book of Hosea. Í Hósea, In Hosea, the purpose of this book tilgangur bókarinnar, is to explain how God sees spiritual adultery. hvernig, með hvað augum Guð lítur andlegt framhjáhald. Hosea, whose name means salvation, Nafn Hósea þýðir hjálpræði. married a harlot. Hann giftist vændiskonu. Her name was Gomer, Hún hét Gómer, which means complete, sem þýðir fullgerð also means the end. og það þýðir líka endirinn. Now, this was all about Israel, predominantly about Israel. En þetta allt svona tákmynd upp á Ísrael. Gomer represents spiritual Israel committing adultery. Þetta fjallaði hinn andlega Ísrael sem hélt fram hjá Guði. But God says in that relationship that at the end, Gomer, she will be made complete in salvation with Jesus. En það segir, sagan í Hóseabók fjallar að Gómer muni að endingu gera fullnaðar sáttmála við hjálpræðið í Jesú. Now this is in Hosea 2:15. Þetta í Hósea 2:15. I will give her her vineyards from there, and the valley of Achor as a door of hope. Og ég gef henni þar vingarða sína og gjöri Mæðudal að vonarhliði. Og þá mun hún verða eftirlát eins og á æskudögum sínum, eins og þá hún fór burt af Egyptalandi. Do you know what Achor means? Vitið hvað Mæðudalur þýðir? It means trouble. Það þýðir mæða, vandræði. So in one sense, he's saying, Israel, you will come to me in the midst of the tribulation, Jacob's trouble, Jeremiah 30 verse 7. Og hann að segja, bara að vitna í raun og veru í Jeremía 33:7, að mitt í hremmingunni, mitt í þrengingunum, þá myndu koma til mín. But the interpretation is for Israel, but the application is for all of us. Þetta tilheyrir Ísrael, spádómur sem tilheyrir Ísrael, en þetta álíka við okkur öll. You see, whenever you make a covenant, Þið sjáu hver skipti sem þú gerir sáttmála, an agreement with something, eða samþykkir eitthvað við einhver, whether it's false teaching, hvað sem sé fölsk, bara raunkennsla, New Age, nýaldar kök, whether it's the occult, whether it's lust, whatever it is, ef það eitthvað kuklega, hvað sem það heitir, it does lead to trouble. þá leiðir það inn í Mæðudal. But God is good enough to use that trouble En Guð svo góður, hann notar þennan Mæðudal to turn what was meant for evil að into good. snúa því sem hafði tilgang að vera til ills, hann snýrði til góðs. Now the church who gets hold of both spirit and truth En kirkja sem nær haldi í andan og sannleikan are going to be used in the end of this age og munu vera notuð í lok þessara tíðar to wake up the rest of the sleeping Laodicean body. til þess að vekja upp restina af líkamanum. Wherever we go, we're not to be complacent. Hvar sem við förum þá við ekki að vera afturhaldssöm eða sofandi. Every opportunity is an opportunity to speak about Jesus. Hvert tækifæri sem gefst að tala Jesú. You want to be the individual Þú vilt vera einstaklingurinn that people stop inviting to parties. sem að fólk hættir að bjóða í partí. Because every time they talk about the weather, En því hvers skipti þau eru að tala veðrið.
You tell them how Jesus can tell the clouds and the storms to stop. Og þá þú að segja þeim hvernig Jesús getur bara hastað á vindinn og sagt skýjunum að fara í burtu. We like to do this everywhere we go. It's an opportunity. Við lítum á þessu tækifæri hvert sem við förum. I was preaching in Las Vegas a few weeks ago. Fyrir nokkru vikum var ég að predika í Las Vegas. And I loved the church. I loved sharing the gospel and sharing the word. Ég elskaði kirkjuna og að deila fagnaðarerindinu og orðinu. But my daughter and I got up in the morning. En ég og dóttir mín fóru vöknuðu snemma morguninn. Grabbed a whole load of food. Náðum mér fullt af mat. Waters, and went and fed the homeless and prayed with the homeless. Og við fórum og gáum heimilislausa fólkinu að borða og gáum þeim vatn að drekka. This is the way we live in this time. Það svona sem við lifum á þessum tímum. When people are worried about talking about end times, Þegar fólk skelfingu lostið að tala endatímana, let me explain something. leyfðu mér að deila svolítið með þér. It is the now word of God. Þetta orð tímans í dag. When Daniel spoke about the seasons coming, he was speaking about the seasons he was in. Þegar Daniel var að tala tíðina sem myndu koma, þá var hann að tala tíðina sem hann var í. When we talk about what is coming on this earth right now, Þegar við erum að tala það sem að koma opinberast á jörðin í dag, we talk about it to wake people up from the slumber that they're in. þá erum við að tala það til að vekja fólk upp af svefninu sem það í. We have done probably, thousands of homeless outreaches in the last few years. Við erum búin að gera örugglega 1000 svona það sem við förum og sinnum heimilislausum. And I can't think of one time Og ég get ekki hugsað eitt skipti where someone didn't ask me, is this end times? sem að einhver spurði mig, erum við á endatímanum? So if they get it in the secular world, Ef almenningur að átta sig á þessu, how dare the church not speak about it? en hvernig dirfist á kirkjunni ekki einu svona að tala þetta? We are hearing agendas 2030 all preach from the pulpits. But do you really know what we're talking about? Við erum að heyra alls konar áætlanir 2030 en viti í raun og veru hvað við verið að tala This is a Luciferian agenda. Þetta áætlun Lúsifers. I might speak fast. Tap me if I go too fast, right? We're going into the point of digital IDs in the UK. Við erum að bara með þess að fara inn í stafræna auðkenni í Bretlandi. As has a lot of Europe. Og mikið af Evrópu. But behind these digital IDs En bak við þessi stafræna auðkenni is not Keir Starmer. Ekki Keir Starmer. No, say Keir Starmer. I normally get a boo. Keir Keir Starmer. Boo. It's not Keir Starmer. It's not Tony Blair. Það ekki Tony Blair. The ones behind this Sá sem að öflin á bak við þetta are the Bank of International Settlements. Það Alþjóðabanki. Established in January 1931. Var settur á stofn 1931. Originally to make Germany pay reparations for Til að láta Þjóðverja borga skaðabóta skyldu fyrir heimsstyrjöldina. This bank facilitated World War II. Þessi banki, hann í raun og veru hélt uppi síðari heimsstyrjöldinni. It's above the law. Hann utan laga. Cannot be prosecuted by any national government. Það ekki hægt að sækja hann til saka af neinni þjóð. And they believe in a thing called tokenization. Og þeir trúa á það sem að heitir tokenization. Gott íslenskt orð. This is the laws that they set the laws for every central bank. Þeir setja lögin fyrir sérhvern alþjóðabanka. Eða svona, já. Sorry? He is, but he can't actually do anything about the BIS.
So the Bank of International Settlements are outside of jurisdiction. So if you even have a member state, go to the BIS. They travel on a BIS diplomatic passport. They can't be touched for anything. Og þessi starfsmenni þarna, eins og Trump voru að reyna að sýsla eitthvað í þessu, gera eitthvað í þessu, þeir eru ósnertanlegir og þeir ferðast á svona diplómapassa, þannig að þeir eru ósnertanlegir bara. Its original members were people like Hilmer Schacht and Emil Pool. Og það Hilmer Schacht og Emil Poom voru svona frumkvöðlar þarna. They were high-ranking Nazi members. Og þetta voru sem sagt nasistar. The Bank of International Settlements was the bank that took the gold from the teeth of Jews who went through the gas chambers. Þeir hirtu gullið úr tönnunum á gyðingu sem fóru í gasklefana. And they used that to support the Nazi government. Og þeir notuðu það til að styrkja nasista ríkið. So they created this term called tokenization. Og þeir fundu upp þetta tokenization. Ég ekki með íslenskt orðið yfir þetta. Everything in this world will be tokenized. Allt verður svona stimplað, það gefið ákveðið gildi. You will become an asset. Þú ert bara svona hluti af vöruhúsinu þeirra. You will be an asset, I will be an asset. Þú ert bara metin sem byrðir. In their actual documents, they call you a soul-bound token. Að þeir kallaði í sínum upprunalega skjölum að þetta var svona sál sem mætti meta til verðmætis. You see, this is spiritual. Þið séu að þetta háandlegt. And it's happening regardless of what protests are happening. Og þetta gerist sama hvað mótmælt. It's not just the banking world. They're supported by the private world, like BlackRock. Þetta ekki bara bankaheimur, þetta líka bara einkafyrirtæki eins og BlackRock. And as we speak, og bara undir þessum orðum, the investors are taking 68 trillion to build an infrastructure by 2030. Og þeir eru að taka 68 trilljónir til þess að byggja innviðana. So the reason I'm saying we have to preach end times. Ástæðan sem ég að segja, við þurfum að tala og predika endatímana. Is because this is the very end of the church age. Því að þetta endalókin á kirkjuöldinni. Now it's not for us to be depressed about. Þetta ekkert sem við að vera eitthvað óttaslegin eða þunglind yfir. Because we have something Því að við höfum eitthvað that cannot be taken away or controlled. Sem ekkert að taka í burtu eða stjórna yfir, að drottna yfir. We have the hope. We have the hope of heaven, Jesus Christ. Við höfum vonina, sælu vonina Jesú. And hope never disappoints. Og vonin bregst þóks ekki. It never fails. Hún klikkar aldrei. So when you see someone depressed, understand you're not to watch that. Þegar þú sérðu eitthvað þunglinda, þá áttu ekki bara að horfa á þetta. Nor are you to just go along and try and offer them some normal advice. Eða reyna að gefa þeim eitthvað svona sálfræðiráð. You're called a restrainer. Þú ert manneski sem kölluð til þess að halda aftur af. A Bible-believing Christian puts the fear into hell. Biblíu trúandi kristinn, hann setur ótta inn í helvíti. In Matthew 16:18, Í Matthew 16:18. Peter has the revelation of who Jesus is. Pétur hann fær opinberun hver Jesús And he says, upon this rock I will build my church. Hann segir, á þessum kletti ætla ég að byggja kirkju mína. And the gates of hell will not prevail against Og it. hlið heljar munu ekki standast. You see, we're not to be standing back allowing the gates to open. Við höfum ekki bara standa, hörfa aftur og leyfa hlíðum heljar að vera opin. We're to be spiritual door kickers. Go in and kick the door open. Við erum andlegir dyraverðir, við höfum að sparka upp hurðinni. And tell hell that he cannot, and the workers of hell cannot defeat the hope of Jesus Christ. Og segja þessum skröttum þarna, þeir hafa ekkert í það
að eyðileggja vonina sem við eigum í Jesú Kristi. You see, here's the thing. Spirit and truth have to combine in this age. Og þegar andin og sannleikurinn þurfa að bindast höndum saman á þessum tíma. Because if we take the picture of Mark 11, Þegar við sjáum myndin í Markus 11, when Jesus walks up to the fig tree and sees that it has no fruit, þegar Jesus gengur upp að fíkjutrén og sér að það hefur engan ávöxt, and he curses the fig tree. og hann bölvar trénu. Well, I don't want to be a Christian who produces no fruit. Ég vill ekki vera kristinn sem að bera engan ávöxt. How do we produce fruit? Hvernig berðu ávöxt? It's not through effort. Það ekki með einhverju erfiði. It's through knowing who we are in Christ. Það gegnum það að vita hver þú ert í Kristi. If I know I'm his beloved, Ef að ég veit að ég elskaður á honum, every time I speak out against the government back home, I'm not afraid. og í hvers skipti sem ég tala gegn stjórnvöldum heima, þá ég ekkert óttaslegin. Because they're doing demonic things. Þegar þeir eru að gera djöfurlega hluti. And if they put me in jail, Og ef þeir setja mig í fangelsi, I will have a prison ministry. þá ég bara komið með fangelsistjónustu. This is the attitude that we need. Þetta viðmótið sem við þurfum að hafa. Because what the enemy wants, he wants you afraid. Þegar óvinnur vill að þú sést bara skítræddur einstaklingur, Because fear brings in action. You stop moving, you're petrified. þegar óttinn hann stöðvaði alltaf í sporunum. When you stop moving and you're petrified, the gates of hell start to crack. Og þegar þú stöðvar í ótta þínum að þá byrjar hlið heljar að opnast. But if you realize who you are in Christ, En þegar þú veist hver þú ert í Kristi, your atheist friends, þá eru trúleysingja viniðinir the people at work who are shouting and cursing about Christ, og fólki sem þú vinnur með sem bölvandi í Kristi, they will tremble and see the anointing of Christ on you, þeir munu skjálfa á beinunum við að sjá smurningu and Jesú yfir. the conviction of the Holy Spirit will fall in the place where you work, Og in your home, og everywhere. heila saman andamun falla yfir vinnustæðin og heima fyrir og hvar sem þú fer. I don't want to be falling into that generation that doesn't produce fruit. Ég vill ekki vera hluta af kynslóð sem ber ekki ávöxt. See, I want to be a believer who is continually in love and falling in love over and over and over again with Christ. Ég vil vera sá trúaði sem stöðulega að verða ástfangnar og ástfangnar af Jesú Kristi. And when I know, let me see if this, no, it doesn't work. Og þegar ég veit, Oh, wait a minute, I have to turn it on, don't I? that works. Am I doing it wrong? No, it's right there. Oh, there we go. I want to get to this. You see, here's the thing. The purpose of the fig tree generation is to get the Christian convinced that there's no authority in our belief. Og það markmiðið að sannfæra hennar kristnu að þú hafir ekkert yfirvald. That there's no authority in the name of Jesus. Að það sé ekkert vald í nafninu Jesú. So if you look at this, Þannig ef þið lítið á þessa glæru, in Mark 11, í Markus 11. kapla, every section corresponds to the letters to the churches. og þá sérkvært vest þarna sem sjáið, akkurat svar við það sem þú sérð í brefunum í opinberabókinni til kirknanna. So Jesus dictates 7 letters in Revelation 2 and 3. Jesús hann talaði 7 bref í opinberabókinni 2. og 3. kapla. So I'm just going to go through these. Is that okay? Yeah. So you see the first one, triumphant entry. Þið sjáið sigur inngönguna. And what happens on Palm Sunday? Everybody is worshiping Jesus as he comes in. Þið sjáið á Pálmasundag, allir að lofa Jesú þegar hann kemur ríðandi inn í borgina. A week passes and the ones who were worshiping have forgot all about him. Og það líður vika og þeir sem voru að lofa nú vilja krossfesta hann. And what is the command to the letter for Ephesus? Og hver skipinu til kirkjunar í Efesus? You've lost your first love. Þú tapað þínu fyrri kærleika. Return to your first love. Snúðu til þíns fyrsta kærleika. Verses 11 to 12, Jesus goes to Bethany, Vers 11 og 12, Jesús fer til Betaníu. which is known as the house of figs. Og það sem þýðir hús fíknana eða fíkjuhúsið.
and the house of affliction. og líka þessi hús mótstöðunar eða mæðunar. The next letter in the sequence is to Smyrna. Og þá sjáum við næsta bréfi til kirkjuna í Smyrna. Smyrna's known for both the fig tree Og hún þekkt fyrir fíkjutréð and its affliction. og fyrir mæðuna. It's the martyr church. Og þetta píslavotta kirkjan. I've included the word tamrur as a root word there. Og ég nefni orðið, gríska orðið tamur, Because when you see persecution of Christianity increased, þegar þið sér aukningu í ofsóknum á kristna, it's a sign of the season that we're in. það tákn upp á tímana sem við lifum í. So the third part here, Jesus finds no fruit on the fig tree. Og síðan það næsta vers þar sem Jesus finnur engan ávöxt á fíkjutrénu. He looked, it should have had fruit, Og hann leitaði og það hefði átt að vera ávöxtur. just like the church of Pergamum. Alveg svo kirkjan í Pergamum. Pergamum didn't produce fruit because they were compromised. Þeir báru ekki ávöxt af því að þeir voru í málamiðlun. They were making spiritual covenants with other things, Þeir voru að gera andlegan sáttmála við aðra hluti. involved with the lie of the Nicolaitans Þeir tóku þátt í lígum Nikolítana and the error of Balaam. og villu Balaam. And this is where, by the way, Satan's throne was. Og þarna var akkurat hásæti Satans. Jesus says it. Satan's throne is in the place of compromise. Jesus talar það. Þarna hásæti Satans, staður málamiðlunar. So when we see compromise, we see Satan all over it. Þegar þú sérð málamiðlun, þá sérðu bara Satan, fingra fyrir Satans út allt. I'm going to go off that just a second. 1229 AD. 1229 eftir Krist. There was a guy called Herman the Recluse. Have we heard of him? Það var náungi sem Herman Recluse. Hafið þið heyrt hann? Well, Herman the Recluse was the known author of what is colloquially known as the Devil's Bible. Og hann var höfundur af það sem kallað Biblía djöfulsins. I've forgotten the name of it. Gigas. Gigas. Codex Gigas. Yes, yeah, that's it. And so with this Bible, Að þessi Biblía, massive thing, 165 pounds in weight. hún yfir 85 kíló. It contained the whole Vulgate, the Latin Bible. Og þetta innihélt alla latínubiblíuna, Vulgata, It also contained the works of Flavius Josephus. og líka öll verk sagnaritarans Flavius Josephus, It also contained sigil magic. og fullt af svona dulspeki. So this is a grimoire, magical incantations. Þannig að þetta svona verið að bjóða þér inn í dulspeki. See, the reason I bring that up Ástæðan fyrir ég nefni þetta, is because the devil doesn't want Jesus only. þegar djöfullinn hann vill ekki bara Jesús. He wants Jesus plus. Hann vill Jesús pluss eitthvað annað. It's not always counter Jesus in his approach. Það ekki alltaf andstæð með Jesú í áætlun hans. If he can say that you will only be saved if you do X, Y, and Z, Og þú getur orðið hólpin ef þú gerir X, Y, Z. then he is adding on to the works of salvation that Jesus has accomplished. Og þá verið að bæta við hjálpræðisverkið. This is a strategy. Þetta áætlun. This is what we're seeing permeate the church now. Og við sjáum þetta alveg vera að mengast inn í kirkjuna. Where we're seeing movements Við sjáum heilu hreyfingarnar. like the Black Israelite movement in America Það eins og þeir kalla sig blökkumenn Ísraels. that says that your salvation Og þegar þetta leita hjálpræðis þar, has nothing to do with the cross. það hefur ekkert með krossin að gera. It's to do with your ethnicity. Það hefur að gera með sem sagt litarháttinn og
We see, Já. we see these things permeating every section of society. Við sjáum þetta síast allstaðar inn í menninguna. But worse than that, permeating the church. En það sem verra að þetta að síast inn í kirkjurnar. And that's where Satan's throne is. Og þar hásæti Satans. He sits there, he's comfortable if you compromise. Honum líður bara vel ef þú gerir smá málamiðlun. I'm coming back to this, but there was a guy in Revelation 2 called Antipas. Og Antipus í Opinberabókinu öðrum kafla. And Jesus mentions him by name. Og Jesús nefnir hann nafni. Because we know from church history, Við þekkjum úr kirkjusögunni. Antipas was casting out demons. Antipas var að reka út í landa. Casting out demons in a place that was associated with the throne of Satan. Og reka út í landa á stað sem var tengdist hásæti Satans. Jesus called him his faithful martyr. Og Jesús kallaði hann trúfastan píslavott. We know this, yes. He was put in the brazen bull, Og burnt alive. hann var brendur lifandi. Well, here's the thing. Antipas is the picture of the faithful church in an age of compromise. Hann Antipas mynd upp á hérna trúföstu kirkju á tímum málamiðlunar. Jesus is telling us right now, Jesús að tala til okkar og segja okkur á þessum tíma. you can be his faithful servant. Þú getur verið trúfastur þjónn hans. It's not about the surroundings. Þetta hefur ekkert með kringumstæðurnar að gera. It's not about living in a certain country. Eða ef þú býrð í ykkur ákveðnu landi. It's not about how dark it is around you. Eða hversu mikið myrkur í kringu þig. It's about who lives in you. Það fjallar hver býr í þér. And that being the voice, his being the only voice that we hear. Og hann eina röddin sem þú heyrir. So let me go back. Við The ætlum að fara next aftur í part of græjurnar. this, Jesus goes in and cleanses the temple of corruption. Jesús hann fer inn í musteri og hreinsar musteri. We've all wanted to do that. Okkur öll að langa til þess að bylta borðu. We all know certain churches that we've wanted to go in and just give people what I call a spiritual slap. Ja, við vilja fara inn í kirkjur og gefa fólki svona andlegan löðrung. It's holy, it's okay. Þetta mjög heilagt, þetta allt í lagi. But he cleanses the temple. And what does he do? When the next letter is to Thyatira. Og síðan næsta bref til Þíateríu. And Jesus promises Og Jesús hann lofar. they're not going to stand because of the corruption in the church. En þeir mun ekki standast vegna sem sagt, það mikið spilling í kirkjunni. Then we go on and it comes back and we get the end of this, Og síðan komum við að endalokum. where he curses the fig tree Og hann bölvar fíkjutrénu. because it appeared to be fruit producing. Það lítur út fyrir að eins og það sé að bera ávöxt. It looked alive but was dead. Það leit út fyrir að lifandi var samt dautt. The church of Sardis. Og það kirkjan í Sardis. Don't you just love the Bible? Elski ekki bara Biblíuna. Like, human intellect cannot come up with this. Mannlegir vitsmunir get ekki fundið þetta. So Sardis, aka the dead church, appearing alive but dead. Sardis, það dauða kirkjan. Virðist lifandi en steindauð. Where you're only seen to be a Christian based on the size of your Bible. Og eina táknið upp á þú sett kristin stærðin á Biblíunni. It's true. Þetta satt. I don't know why that says govs. That's not that's a typo. All right, Jesus gives lessons in the next part of mountain moving faith. Síðan í 11. kaplanum í Markusar Guðspjalli þá gefur Jesús kennsluna að færa fjöllun úr stað, trú sem færi fjöll úr stað. So look at this yourself. This is all in order in Scripture. Þið sjáu þetta allt í röð í ritningunni. And then we get the Church of Philadelphia. Og síðan sjáum við kirkjuna í Fíladelfíu. Who wants to be part of the Church of Hver Philadelphia? langar að vera hluta af kirkjunni í Fíladelfíu? Right, let's go again, because there's only 2 churches that get a good report and no bad report. Who wants to be part of the Church of Smyrna? Hver vill þátttakandi af kirkjunni í Smyrna? Því að það bara 2 kirkjur sem fá góð ummæli. Smart, that's good. The Church of Philadelphia is the faithful church.
Þetta trúfasta kirkjan í Fíladelfíu. And here's the thing, even in times of darkness, Jafnvel á myrkra tímum. Jesus says it's not about your strength. Þetta fjallar ekki þinn styrk, Because you have little strength, því að þú hefur lítinn styrk, but you hold fast en þú heldur fast to his name and his word. í nafn hans og orð hans. The word in the Greek is kratos. Já, í grískun þetta kratos. It is after the Titan Kratos, who was known for all his big strength. Og þetta eftir Kratos sem var mikið risamenni. And it describes a grip Og þetta lýsir sterku gripi that cannot be opened. sem getur ekki lúka, sem ekki hægt að opna. So that's how hard we have to hold on to Og this. það þannig sem við þurfum að halda í orðið. Every single word of this, Sérhvert orð and every single page, and every single chapter is Jesus Christ. og sérhvert blaðsjá og sérhver kapli Jesús Kristur. We're seeing translations of the Bible now come out Við erum að sjá þýðingar á Biblíunni sem verið að gefa út, that want to remove the sovereignty of Christ sem vilja sem sagt, að taka í burtu sem sagt, alveld Guðs eða Jesú, that want to eradicate the Old Testament. sem vilja bara losa sig við Gamla testamentið. There are people now, and there's a massive movement Og það heil hreyfing í dag calling Paul a false apostle sem kallar Pál postula falsk postula and wanting a translation where his writings are removed. og vilja útgáfa Biblíunni þar sem að hans rit eru fjarlægð. You see, the enemy's attacking the word because that's what we're to hold on to. Því að óvinnurinn að ráðast á orðið, því að það það sem við höldum í. In China, President Xi, we know they have done a translation of the Bible. Við vitum að í Kína, forsetinn Xi, ríkið búið að gefa út Biblíu. It's a state-sponsored translation. Hún samþykkt og svansvottuð af ríkinu. And the account in John 8, when the woman of adultery is being stoned, Þegar verið að grýta vændiskonuna í Jóhannes 8. kapla, we know that Jesus gets down and draws a line. við vitum að Jesús hann kraup á kné og skrifaði í sandinn. And says, he is without sin, cast the first stone. Sá að sem syndlaus kasti fyrsta steinunum. The CCP, En state-sponsored, já, það sem sagt þessi ríkisbiblía doesn't say that. segir það ekki svo frá. It says that Jesus picked up a stone and stoned the woman himself. Og það segir að Jesús hefði tekið upp stein og hann hefði grýtt konuna sjálfur. The word is under attack. Orðið undir árás. I don't know about here. Ég veit ekki með ykkur hér. We had an act brought in called the Online Safety Act. Það var sett lög sem hefur að gera með svona á netinu, svona varnaraðgerðir á netinu. It's all about digital verification to make sure we have a digital ID. Og þetta hefur allt með stafrænt auðkenni að gera. And one of the things that came off this act Og eitt af því sem var í þessu frumvarpi was they removed BibleGateway.com. og þeir fjarlægðu BibleGateway.com. Now, they've brought it back a month later Mánuðu síðar þá fekk það að birtast aftur because there's most likely been amendments. af því að það eitthvað að vera krukki í þessu. But it was specifically because it brought offense to other faiths. Af því að þetta var móðgandi við önnur trúarbrögð. The word is under attack. Orðið undir árás. But the faithful church holds strong. En trúfasta kirkjan heldur fast. And why is the word under attack? Af hverju verið að ráðast á orðið? Because the next part of Mark 11 tells you. Því að næsti hluti í Markus 11 segir nákvæmlega af hverju. Because after Jesus talks about mountain moving faith and sorry, go on. Þegar eftir að Jesús talar að trú sem flýtur fjöll, Then the Pharisees come along þá koma farisearnir and they question his authority. og þeir að draga í efa yfirvald hans. You see, the enemy wants you in the Laodicean church
Óvinur vill að þú sért í kirkjunni í Laodíku who have no concept of the authority in the name of Jesus. sem hefur enga hugmynd kraftin í nafninu Jesú. Because Luke 10:19 says that he gives us authority. Þegar Lúkas 10:19 segir að hann gefur okkur yfirvald. Over every strategy of the enemy. Það er sérhverri áætlun óvinarins. Since 2020, Síðan 2020 we've lost count of how many demonic deliverances we've been involved in. við erum hægt að geta talið hvað við erum búin að reka út marga Ítlanda. We've seen them on the street. Við sjáum það opinberast á götunum, We've seen them in the churches. inn í kirkjunum. We've seen people manifest like out of the Exorcist movie. Við sjáum bara fólk opinbera Ítlanda bara eins og í bíómyndinni Exorcist. Do I have time for a story? Yes. Yeah. We were praying with this man Við vorum að biðja fyrir þessu manni, who came to us. This was actually on the street, but he asked for deliverance. en þetta var út á götu en hann bað fyrirbæn. I'm standing facing him, and my sister is standing to the side. Ég stend auglítið til auglítis við hann og systir mín stendur svona til hliðar. He's staying in a hostel, Hann býr á svona gistiheimili and he says that he had his priest in to try and exorcise his room. og hann sagði að prestur hans hafði komið og reynda að reka út í herbygginu hans eða reynsa það. And I says, what did he do? Og ég spurði hvað gerða? And he said he pleaded with so many different saints over his room. Og hann nefndi svo margar syndir yfir sem voru í herbygginu mínu. And I said, well, that doesn't work. Ég sagði það virkar ekki. So I says, can I pray with you? Má ég biðja með þér? And he stood up and I put my hand on his head. Og ég lagði bara hendur yfir höfuð hans. And if you're ever wondering about the strategy of deliverance, this is it. Ef þið eru eitthvað að velta fyrir hvernig ég að fara að þessu, In the name of Jesus, get out. þá segir þið bara í Jesú nafni farðu út. Now he starts manifesting. Og hann byrjaði bara að opinbera Ítlanda. He starts speaking Latin. Og hann byrjaði að tala latínu. And while he's speaking Latin, and I have new people of the team, first timers, out with Og me. meðan hann að þylja upp einhverja latínu, þá hérna nýtrúar hérna í teiminu með okkur. One eye stays on me. Annað auga einblínt á mig. The other eye turns 90 degrees to my sister. Og hitt auga það snýr bara í 90 gráður að systur minni. And he starts to growl. Og svo byrjar hann bara svona umla inn í sér. He's there with his partner. Hann þarna með sambýlismanni, And she's seeing all this and her face just goes, eða sambýliskonu, og hún sér þetta bara og hún missir andlitið. you didn't do the face. Her face is dropped. Og andlitið hennar það bara datt í gólfið. And so I keep saying, in the name of Jesus, get out. Og ég held bara áfram að segja, í Jesú nafni farðu út. He starts to throw up. Og hann byrjar bara að kastu. And I can see that it's happening. It's happening. Ég sé þetta að vera að gerast. So I get louder and I say, in the name of Jesus, get out. Þannig ég hækka röddina og segja, í nafni Jesú farðu út. His partner, Og kærastan, projectile vomits everywhere. og hún byrjaði bara að æla út allt. And now we've got 2 deliverances going on. Nú erum við með tvær við erum að reka út 2 manneskjum í einu. I called the newbies Ég kallaði nýja fólkið and they start to go, oh no, what do we do? og þau byrjuðu bara, hvað við að gera? But the plan is there, the strategy is there. En þetta áætlunin. In the name of Jesus, Í Jesú every knee nafni. must bow. Sérhvert kné þarf að beygja sig. I'm going to tell you one more really quick one. Ég ætla að segja ykkur einu viðbót, mjög stutt. We had a team of 15 of us. Það voru 15 í hóp. And again, this sounds really bad, but probably 90% were new. En svona 90% voru nýjir.
And we were in town, in the center of town. Og við vorum bara niður í miðbæ. And we're going out and we're feeding people. Og við erum að gefa fólki að borða. And I went to this individual and I asked him if he needed anything. Og ég fór til þess að einstaklings og spurði hvort hann var einhvers þurfi. And he took a drink. Og hann tók sopa. And then I says, do you want some prayer? Ég sagði, má ég biðja fyrir þér? Now here's the thing, right? If someone says no, Og málið er þetta, ef einhver segir nei, most people will tell you to respect that. og flestir segja við ykkur, þú að virða það. Don't respect that. Nei, þú þarft ekkert að virða það. That's the demon talking. Það er bara einhver djöfull að tala. He said to me, you can't pray for Lucifer. Og hann segir við mig, þú getur ekki beðið fyrir Lúsifer. I said, friend, you're not Lucifer. Ég sagði, vinur, þú ert ekki Lúsifer. And he says, I am Lucifer. And then I says, Yes, this I- won't bother you anyway. Ég Lúsifer. Ja, ég ætla samt að baka þig. So I walked up, Þannig ég gekk upp á honum, put my hand on his head, laði hönd á höfuð hans, said, in the name of Jesus. sagði í Jesú nafni, That was it. He spun, og var eina sem ég sagði, hann hringsnerist, hit the ground, datt í gólfið, and he started to do all body contortions. og hann var bara, hann líðaðist allur, hann var bara eins og, I don't know if you can explain like a crab's bend. þetta var bara eins og ógeðslega góður breakdansari. I heard breakdancing in there, right? He was bending, but without the use of his arms and his legs. Hann beygðist og sveigðist á þess að nota hendur eða fætur. This was like someone was pulling him up. Það var eins og ykkur væri bara tógan einhvern veginn svo nöð. Now, this was in the street. Þetta var bara út á götu. I put my hand on his head. Ég lagði hendur yfir hann He hit the floor. og hann dettur í götuna I look up, there's two policemen. og ég lít upp og það eru 2 lögregluþjónar. So they come running down thinking I hit him. Og þeir koma hlaupandi og halda að ég hef bara kýlt hann kaldan. This is why I had women with me too. Og þess vegna ég með So konur I, með mig. I step back and let the Yeah. women pray. Og ég stend bara til hliðar og læt konur að biðja fyrir honum. And the police go, what's happening here? Og lögreglan segja, og hvað að gerast hér? And one of the women goes, he's possessed. Og konan segir, hann bara haldinn illum öndum. So they rolled their eyes Og þeir bara And they rúlluðu left us augunum to it. og fóru bara. Boldness is inbuilt in the Holy Spirit. Djörfung innbyggð í heilagum anda. What is the number one sign of the Holy Spirit in the New Testament? Hvað fyrsta merkið að heilagur andi sé að starfa í Nýja testamentinu? It's not speaking in tongues. I speak in tongues. Það ekki að tala í tungu, þó ég tala í tungu. It's not prophecy. Það ekki að spá. It's the boldness of the church to stand against tyranny. Það djörfung kirkjuna sem stendur í gegnum illa. And so while we live in the age of Laodicea, Og meðan við lifum á tímum Laodísu, and the enemy wants you to be convinced there's no authority in the name of og Jesus, óvinurinn að tellja þig trúum að það sé engin kraftur í nafninu Jesú, you need to get louder, og þá átt þú bara að hækka róminn, bolder, vera djarfari, and learn how never to shut up. og læra að halda aldrei kjafti. Because Jesus is coming back. Þegar Jesús að koma aftur. And when he's coming back, you don't want anyone left behind. Og þegar hann kemur aftur, þá vilt að enginn verði eftir. The heart of the Father is that none should perish, but all should come to the knowledge of Hjarta him. föðurins að allir koma til trúar, að enginn fari til glötunar. And I say, this is your moment right now. This is your awakening moment that we say we're not going to shut up. We're not going to stop. Og þetta tíminn ykkar og ég að segja ykkur, ekki halda aftur af, ekki þegja. Spirit, truth, and boldness. Það andinn sannleikur og djörfung. Because it's getting dark. Myrkrið að aukast. One of my favorite verses Eitt af mínum uppáhaldsversum is in Isaiah 60. Jesaja 60. It says, darkness covers the land. Það segir myrkrið hýlur jörðina.
deep darkness the people, Djúpt myrkur hylur fólkið. but you En þið, arise and shine, for your light has come. rísið upp og skínið því að ljós ykkar hefur birst og komið. I'm saying right now, now's the time to arise and shine. Ég að segja hér og nú að nú tíminn til þess að rísa og skína. I know that this isn't planned, and I'm pretty sure I've went over time, haven't I? That's okay. I want to pray with everyone, if that will be Ég myndi okay. vilja biðja með öllum ef ég mætti. Because I think that this church has a unique equipping that cannot be left aside or cast aside with some apathy. Því að ég trúi því virkilega að þessi kirkja, hún hefur í sér til þess að útbúa, undirbúa, sem ekki hægt að ignora eða líta framhjá. Boldness has to be seen. Djörfung þarf að sjást. I believe that there's people in here going to start online ministries Ég trúi að þessi fólk hér sem að mun vera með þjónustu bara á netinu. that are going to write books that are going to awaken the generation. Sem munu skrifa bækur sem mun vekja kynslóðina. So I want to pray with everybody that you step into the calling and the boldness that God has ordained you Ég for. vil biðja fyrir einum og sérkurum að þú stýr inn í þá köllun og djörfung sem Guð hefur fyrir lífið. So could I ask if everybody's okay with it to stand and maybe come up the front here if you can. Myndi röð hérna fremst, komi bara And hérna fremst. I'm going to grab hold of you and you can help me pray. Yeah?